fara aðeins yfir með ykkur að fara frá því að fá hugmynd og þar til maður stofna fyrirtæki. Ég er með svolítið mikið að glæra minna í dag, þannig að ég ætla að fara hratt yfir þetta, því kannski spyr ég bara í lokin. Hérna, já, eins og segi, ég ætla að keyra svolítið hratt yfir þetta og byrja á að fjalla um fyrirtækið, svo fer ég yfir svona hvert stig fyrir sig, ég útskýri það betur eftir. Ég er vinn hjá Klak Innovate, sem er fyrirtæki sem aðstoðar fólk mikið við nýsköpun og þetta er svona stutt yfirlit hérna yfir það sem við gerum hérna á Íslandi. Allt frá því að gefa út blað yfir í að vera ýmis vinnusmiður. Ég veit ekki hvort þið sjáu þetta, það er hérna Klak var stofnað árið 2000 og þessi tvö fyrirtæki sameinust núna síðasta ári. Innovate var stofnað núna 2007 og það sem er svolítið margtækt og flott að sjá er að það hefur eiginlega mest átt sér stað eftir hrun í þessu sprotumhverfi. Það hefur orðið til mikill stuðningur eftir 2008 og flest af þeim verkefnum sem við erum að vinna í dag eru verkefni sem eru til eftir hrun. Þetta er starfsfólkið sem vinnur hérna í okkur og þótt að við séum fámennt fyrirtæki þá eru rosalega margir sem koma að fyrirtækinu og við erum með svona 150 til 200 manns í okkur svona nánasta tengslaneti sem aðstoðar okkur við ýmis skipulagningu og leiðbeinslu. En þetta eru skrifin sem ég ætla að fara yfir í dag og ég tel að uppalega þarf að fá hugmynd hvort sem þú átt auðvelt með það eða ekki og svo þarf að verða ákveðin hvatning til þess að fara á stað með þessa hugmynd frekar en einhverja aðra og svo þarf að huga framkvæmdinni og svo ætla ég aðeins að fara yfir í lokin hvernig í rauninni fjármagnið þetta. Hugmynd. Þið kannski þekkja að ég allavega var þannig áður að ég átti mjög erfitt með að fá hugmyndir. Mér fannst ég alltaf hugmyndasnauður á meðan aðrir voru alltaf að fá margar hugmyndir í kringum mig, segi ég. Og þið kannski þekkið þetta, það er einhver vinnur sem er alltaf að fá hugmyndir og þið finnst hann alltaf vera að gera eitthvað. Ef þið viljið fara frá þessu að fá aldrei hugmyndir yfir að fara að fá hugmyndir, þá held ég að þurfa að eiga sér ákveðin hugarfarsbreyting. Og þá er svolítið gott að fara að horfa á vandamál og þarfir. Þetta flestar hugmyndir þær spretta oft upp frá því að fólk er annarkvort að leysa ákveðið vandamál eða uppfylla einhverja þörf. Og ef maður fyrir að hugsa í lausnum, í staðan fyrir að horfa á vandamál út frá því að við séum eitthvað sem er flókið, eitthvað er erfitt og fólk á erfitt með að leysa það, þá fyrir maður að fara að hugsa hvernig get ég mögulega leyst þetta vandamál. Ef við tökum sem dæmi í Tókjó, þar sem rignir mikið, þá er vandamál að fólk blotnar auðveldlega á götumóti. Vandamál er leyst þannig að fólk býr til regnhlífar og þá skapast ákveðin þörf. Þörfin eru þessar regnhlífar. Og eins og sjá hérna, þá eru Japanir þannig að þeir kannski vilja ekkert endilega fara að stökkva út á götu með regnhlífina, heldur vilja bara geta fengið hann á staðinu þegar byrjar að rigna. Og þarna var til viðskiptatækifæri að vera í rauninni með bara sjálfsala sem selur regnhlífar. Og þetta er rauninni mjög skemmtileg og flott leið hvernig þeir hafa náð að leysa þetta vandamál. Ef þið viljið byrja á svona stað þar sem þið viljið kynnast þessu umhverfi að fara að fá hugmyndir og framkvæma með auðveldum hætti, þá er verkefni sem heitir Startup Weekend Reykjavík sem var haldið bara núna í síðasta mánuði, október, og er haldið 2 ára ári. Þetta er alþjóðlegur viðburður sem er haldinn víðs vegar út allan heim og yfir 1000 viðburðir hafa verið haldnir og 100.000 manns hafa tekið þátt. Og það sem gerist á þessum viðburðum er að fólk mætir á föstudegi. Þeir sem eru með hugmyndir þeir kynnar á 60 sekúndum og stofna síðan teymi í kringu þær. Á laugardeginum þá reynir fólk að framkvæma eins mikið það getur og á sunnudeginum kynna því afraksturinn. Og ef ég ætla að segja ykkur frá smá dæmi hjá fyrirtæki sem tók þátt í þessu fyrra, það er Broddur. Þetta var strákur, hann kom á föstudeginum og hann hafði ekki einu svona hugmynd hvað hann ætlaði að gera þegar hann mætti á staðinn. Á föstudaginn þá ákveður hann síðan að standa upp á borði og útskýra fyrir öllum eftir að allir voru hættir að kynna. Þá stendur hann upp, útskýrir hugmyndina sína, fær 6 manns með sér í teymi og vinnur að þessu alla helgina. Þeir gera markaðsrannsókn, þeir stofna vefsíðu, þeir tala við birgja og í rauninni varan sem þeir eru að bjóða upp á er broddmjólk sem er rauninni fyrsta mjólkin sem kemur undan kúnni og er rosalega próteiník og hún er seld hvergi þannig að þeir fóru að stað með þetta og eru þessi fljótlega út birgja eins og ég segi og gátu í rauninni markaðsett þetta. Á sunnudeginum þá voru þeir búin að koma að vefsíðunni í loftið og í rauninni búin að selja vöruna til 10 manns. Þannig að einni helgi þá tókst þeim í rauninni að stofna fyrirtæki. Og þetta er svona einhver flottasti árangur sem ég séð á svona einni helgi að fara frá því í rauninni að vera ekki með neitt á föstudegi yfir það að vera komið fyrirtæki á sunnudegi. En af hverju fer fólk á stað með eina hugmynd frekar en aðra?
og það sem ég tel mikilvægt í þessu máli að vera í kringum skapandi einstaklinga og skapandi einstaklingar þeir smita út frá sér að vera í kringum skapandi fólk það býr til í rauninni það býr til sköpunargleði og í öðru lagi þá það teymið. Það ótrúlega mikilvægt að vera með gott teym í kringum sig til að vinna hugmynd. Það mun allir fjárfestar segja við ykkur að það aðalega horft til teymisins fyrir einhvers annars. Og það eru nokkrar ástæður fyrir því. Ein sú helsta eflaust sú að maður þarf að hafa mikla sérþekkingu á mörgum sviðum, þannig að það gott að laða að sér mismunandi einstaklinga, mismunandi fólk þegar þú ert að stofna fyrirtæki. Að stofna fyrirtæki, þetta algjör rússíbani. Þannig að þú þarft í rauninni að bæði geta fagna með einhverju þegar það gengur vel og svo þarf einhverju að rífa þau upp á raskatinu þegar það gengur illa og aðstoða við það. Svo mjög mikilvægt að deila hugmyndum með öðrum. Án þess að deila hugmyndum með öðrum þá á engin þróun sér stað. Að fá endurgjöfa hugmyndina þína og geta sagt einhverju frá henni og þróa hana með einhverjum öðrum og miklu meira gefandi heldur en að sitja einn yfir henni og ströggla og eiga í vandræði með að koma einhvern veginn frá sér. Fyrir utan það að það bara miklu skemmtilegra að vera að vinna með einhverju teymi, að vera með vinum saman og geta fagnað þegar það gengur vel. En framkvæmd, hvernig fer fólk að því að framkvæma þetta? Við höfum svolítið verið svona að horfa frá því að vera með þetta gamla hefðbundna form sem í rauninni viðskiptaáætlun, skrifa hana, ætla svo að leggja upp í langa vegferð að fara að þróa vöruna og þegar það kannski ekkert vit í henni. Þannig að við leggjum miklu meira upp úr því að fara að nýta form sem heitir Business Model Canvas. Þetta svona eins konar viðskiptaáætlun á blaðið þar sem getur bara merkt inn post-it miða og kasta hugmyndir svolítið millið. Við merkjum kannski inn einhver ákveðna viðskiptavinni, það breytist daginn eftir, þá rífið þessa miða af og setjið nýja á. Þannig að þetta svona lifandi plagg sem getur breytt jafnóðum. Eitt af mikilvægasta sem ég geri það að tala við kúnnan. Án þess að tala við kúnnan þá verður ekki til þessi endurgjöf sem þið verður að fá til þess að hugmyndin í rauninni verður rétt. Þetta oft, kúnnin veit í mörgum tilfellum ekki einu sinni hvað hann vill sko. Þannig að við horfum hérna á myndina sem lengst til vinstri, þetta það sem kúnnin biður þið fóruð og framkvæmdaði einhvern veginn allt öðruvísi, en það sem hann vildi í rauninni, það var bara einfalt dekk, það var það sem nægði honum sko. Þannig að maður þarf að vera duglegur að fara út, tala við kúnnan og átta sig á hvað hann vill. Svo það í rauninni að byrja ekki alltaf stórt. Ef þið ætlið að fara á stað með fyrirtæki, þá þurfið þið ekki endilega að hendast á stað, kaupa nýtt skrifborð, stól, tölvu, allt þetta dót, heldur nóg að kannski byrja bara rólega, fá ykkur fartöluna, þið vinni sjálf á henni heima og reyna að gera eins mikið og getið sjálf áður en farið út í að fjárfesta og kaupa allan hennar búnað. Þegar þið síðan loks eru búin að fara á stað með hugmyndina og þeir eru svona aðeins búin að átta ykkur á því hvernig þið ætla að framkvæma þetta, þá getið þið fara að skoða félagaform og þá ráðleggi ykkur að fara inn á vefsíðu sem hjá NMI, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og það getið svona aðeins skoða hvaða félagaform hentar ykkur best og hvaða kostar. Flestir fara þess að hefðbundnu leið að vera með EHF en það mögulega eitthvað annað félagaform sem hentar ykkur. Gullleggið, þetta einhver svona flottasti staður til að byrja á af því að hérna fáið þið aðstoð við það að þróa viðskiptaáætlun og við ætlum líklegast að breyta þess aðeins í ár í staðan fyrir að vera með þessa viðskiptaáætlun, þá munum við horfa á þetta plagg það sem svolítið lifandi og kasta á milli. Ég mæli með að þið sækjum í þetta ef þið eru með einhver hugmyndir og ykkar snærum af því að við opnum fyrir umsóknir í næstu viku og það rennur út 20. janúar. Þetta eru fyrirtæki sem hafa farið í gegnum gullleggið og þið kannast örugglega þarna við nöfn eins og Meninga og einhver kannski Nútmagasín og svo Klara. Meninga fór úr því að vera 5,4 milljón króna með 5,4 milljón króna veltu árið 2009 yfir í það að vera með 800 milljón króna veltu held ég 2012 og Klara seldust fyrir milljarð á þessu ári. Þannig að fyrirtæki sem hafa farið gegnum þetta þau hafa náð ansi góðum árangri. Annað skemmtilegt verkefni hjá okkur það Startup Reykjavík. Þetta verkefni sem við tókum líka svona alþjóðlegt verkefni sem við svona sérsniðið okkar eigin þörfum. Þarna eru 10 fyrirtæki sem eru valin inn og við bendum eiginlega alltaf fyrirtækjum á sem fara í gegnum gullleggið að sækja í þetta. Við erum núna búin að halda þetta 2 ár og það eru 20 fyrirtæki búin að fara þetta í gegn. Fólk fær yfir 10 vikna ferli, fær fólk aðstöðu, fær aðgang að 50 mentorum sem að hjálpa þeim leiðbeinendum
og fær leiðsögn frá okkur líka hvernig þeir eiga að þróa hugmyndina. Þannig að þú veist, þetta er í rauninni leiðbersla frá okkur, þau kastum hugmyndina á milli hjá okkur, svo hjálpum við fólki við framkvæmd, maður reynir að aðstoða við að koma frá sér einhverju svona lágmarksvöru til að geta kynnt og svo aðstoða við fólk við að kenna því í rauninni hvernig þau eiga að kynna þessa hugmynd fyrir fjárfestum og reyna að draga af fé til þeirra. Og eins og segi, þarna koma yfir 50 mentorar, leiðbeinendur að verkefninu og þetta eru flott fólk eins og framkvæmdastjórar, markaðsstjórar, forstjórar fyrirtækja og mörg þekkt andlætuna. Já, ég ætla að hlaupa þá að fjármögnuninni og ég ætla svona að byrja, þú veist, á ódýrasta endanum og það er í rauninni bootstrap, ef þið þekkið það ekki, þá er það í rauninni að reyna að gera sem mest með eigin fé, að fara sem ódýrast í gegnum þetta. Eitt besta dæmi sem ég þekki þetta, það er strákur sem fór á stað með verkefni sem heitir Bungalow. Þið hafa kannski heyrt þetta er strákur sem leigir út sumarbústaði gegnum netið og hann kunni ekki einu svona forrita og hann ákvað að fara út í þetta einn og hann var ekki með neitt með sér, sko. Ég hef alltaf ráðlagt honum í dag að finna sér einhvern aðilega sem að kynna forrita til að vera með honum í þessu, en hann ákvað að fara á stað einn og hann fór bort í búð, keypti sér forritunarbækur, settist niður og forritaði grunninn af vefnum. Þetta tók hann langan tíma, en í dag er hann komið með, held ég, 3 starfsmenn sem vinna hjá honum og þetta gengur hjá honum, hann er að fá tekjur á þessu, þannig að hann fór þessa erfiðu leið, þessa bootstrap leið og það heppnaðist hjá honum. Þetta finnst mér svolítið skemmtilega, þetta heitir Kickstarter og þetta er crowdfunding, ég veit ekki hvort það hefur heyrt það. Þá ertu í rauninni að biðja almenning að fjármagna fyrirtæki þér. Það sem þú gerir þá er þú ferð inn á þessa vefsíðu til dæmis, það er til önnur síða sem heitir Carolina Fund og hún er svona meira kannski fyrir Evrópumarkað. Og það sem þið gerir þar er að þið sláðu inn upplýsingar á verkefnið ykkar og þið bjóði fólki í rauninni að taka þátt í verkefninu oft á tíðum. Þannig að segjum til dæmis að þið var að þróa tölvuleik og þið biðjum mismunandi upphæði frá fólki. Ef þið segið, ef þú lætur okkur fá $5, þá fáið þið upplýsingar, þá fáið þið kannski stuttermaból með lógóinu af leiknum. Ef þið setið $1000, þá fáið meira sér ráða persónu inn í leiknum. Þið ráða hvað hún heitir, hvernig hún lítur út og fleira, sko. Þannig að þetta er endilega að kíkja þetta ef þið hefur áhuga að fjármagna fyrirtækin eitthvað með þessum hætti. Styrkir. Þetta getur oft verið tímafrekt ferli en oft að það arbarasta ef það gengur upp. Ég mæli með að þið farið inn á vef Landsbankans ef þið viljið skoða hvernig hvaða styrkir myndi að henda ykkur. Þeir eru búin að skrá niður flestallar styrki sem eru í boði bæði heima á Norðurlöndum og suma í Evrópu. Og þetta er náttúrulega eins og maður þarf náttúrulega ekki að greiða þessa peningi tilbaka eins og lánsfjármagn eða fjárfestingu. Lánsfé. Þetta er, ef þið hafið mikla trú á hugmyndinni ykkar, þá mæli ég með að þið reynið að fá lán fyrir hugmyndinni. Það er mjög erfitt í dag því þið þurfið að skila af einhverju viðskiptaáætlun eða einhverju gögnum og það bara bankar eru lítið að lána í dag til sprotafyrirtækja. Þá er rauninni næsta leið kannski að leita til englar. Englar eru oft fjársterkir einstaklingar sem hafa áhuga á verkefnum ykkar. Þeir eru tilbúinir að koma inn og veita ykkur ráðgjöf sem er oft mikilvægara heldur peningurinn sjálfur, en þeir koma inn, veita ykkur ráðgjöf og mögulega startkostnaðinn sem þurfa á að halda. Næsta leið eftir því er rauninni bara að hafa samtöð fjárfesta. Það er þá bæði sjóðir, fagfjárfestar og bara almenni fjárfestar sem getur tekið þátt í fyrirtækinu ykkar. Þetta er rauninni dýrasta fjármagn sem þið finnið ykkur af því að þeir vilja fá mikla ávöxtun á peningana sína, segi ég. Þannig að ef þeir koma inn og láta ykkur fá 1 milljón, þá vilja þeir fá meira heldur þeir myndi annars bara lána einhverjum aðila. Þannig að þeir eru rauninni að sækjast eftir kannski 50 upp í 200% álagning á sitt fé, ávöxtun, segi ég. Plain Vanilla er fyrirtæki sem fór þessa leið, þið kannski þekkja það. Þeir voru að fá 300 milljónir frá fengu 300 milljónir frá erlendum fjárfestum og fóru á stað og gerðu leik sem heitir Quiz Up. Hann er núna einhver mest sótti leikur í Bandaríkjunum og held í 3. sæti í Evrópu. Þannig að þeir hafa alveg gífurlega flottum árangri, en þeir fara svona eiginlega ákvarðat hina leiðina við eins og Bungalow sem ég var að lýsa á þann, af því að þeir fara út að borða 4 sinnum í viku á Argentínu og 1 sinni á einhvern annan veitingastað og auglýsa í blöðum eftir starfsfólki. Þeir bara rauninni splæsa peningunum frá sér og vilja rauninni fá í staðinn mjög hæft fólk og það verðist að ganga eftir hjá þeim. Seedforum, þetta er flottur vettvangur til að kynna í rauninni sprotafyrirtæki sitt á. Þetta er viðburður sem sem er sér stað í næstu viku, 22. nóvember, og ef þið hafa áhuga að fara á þessa kynningu þá getið þið farið inn á seedforum.is og skráð ykkur og sé þessa kynningu. Þetta er opin viðburður fyrir alla. En hvenær vilja menn í rauninni fjárfesta í fyrirtækjum?
Þetta svolítið kannski þegjandi hugtak og ekkert algilt, en ég vil meina það að flestir sem eru hérna að fjárfesta í fyrirtækjum, þeir vilja að konceptið sé búið að samna sig. Það heitir proof of concept á ensku. Það að menn vilja helst að sé komni tekjustraumur og vita það að viðskiptavinir vilja rauninni kaupa þessa vöru áður en fara að fjárfesta í henni. Og eins og ég segi, þetta ekkert algilt, en það mjög margir fjárfestar hikandi að fjárfesta bara í hugmyndum. Þeir vilja að sé eitthvað búið að eiga sér stað áður en þeir fjárfesta. Þetta glæra sem ég fekk lánað hjá Helgu Valfell sem framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og þetta það sem hún segir að sjóðurinn þeirra raunverulega horfi til þegar þeir eru að veita fjármagn. Þarna erum við að tala teymið fyrsta sæti af því að það gerist ekkert ef þú ekki meira teymið, þannig oft segir fólk að það sé í raun að fjárfesta í teyminu en ekki í hugmyndinni sem slíkri og þið getið kannski aðeins rentið yfir þetta hérna og komið svo bara fram og tala við með hérna náðu þessu ekki alveg. Þetta svona, ef ég lýsir þessu í stuttumáli heildar öllum þrepunum sko, þá hérna hugmyndastigið, þarna seed stageið, það rauninni hérna erfiðast í hjallinn, þarna dauðadalurinn fyrir neðan og það rauninni mjög fáir sem tilbúin að fjármagna fyrirtækin ykkar á þessum vettvangi. Þarna helst verið að horfa til styrkja, Startup Reykjavík verkefnið að gera þetta því við setjum 2 milljónir í verkefni á þessum stað og eignum 6% í fyrirtækinu. En það sem að gerast í dag að það komið bil. Frá þú komin hérna frá early stage og upp í listing, þá hérna búið að myndast okkur bil. Af því að NSA bæði tómur og frumtaki ekki lengur, hann búin að loka, þannig að það orðið stórt bil að sem vantar að fara að fjármagna. En ég veit til þess að það verið að framleiða hérna verið að vinna að því að stofna nýja sjóði á þessum vettvangi. Hvað sér þið? Ok. Hérna Ransa að drýja mig. Mér langar bara rétt að stikla þessu og segja ykkur að það mjög mikilvægt fyrir ykkur að horfa ekki á hugmyndin ykkar sem eitthvað sem bara þið eiga, af því að að eiga 100% af hugmynd sem ekki búið að framkvæma einskisvirði en eiga 17% af fyrirtæki sem komið á markað, það kannski marg 100 milljónir króna verði. Þannig að ekki vera óhrætt við það að gefa frá ykkur hluta af hugmyndinni upp á þá að geta framkvæmdana. Ég ætla að hlaupa hratt hérna yfir sprútaumhverfið. Þetta það sem svona helst í boði kannski fyrir fólk á þessum vettvangi. Þið getið farið og litað eitthvað ráðgjafar þar hjá okkur, Nýsköpunarmiðstöð, Sjávarklassanum, Einkaleyfastofu, athafnavika, hún fer fram í næstu viku. Þá erum við að opna fyrir umsóknir í gullleggið og erum að senda út fyrirtæki til Danmerkur á vettvangur sem heitir Creative Business Cup. TEDx, þetta viðburðir sem haldir á hverju ári og mjög áhugavert fyrir ykkur að sjá flotta fyrirlestra, getið fengið hugmyndir út frá þeir. Unconference, þetta ráðstefna sem Landsbankinn heldur á hverju ári og greið leið fyrir ykkur til að fá aðgang að fólki sem í atvinnulífinu og reynslu mikið. Facebook-hópar, endilega kikið inn á hugmyndaráðuneytið og íslenska frumkvöðla, Korka fyrir konur. Þetta staðir þar sem þið getið fundið ykkur upplýsingar og stansast verið að ræða sprotafyrirtæki, Startup Stories og nýsköpunarhátægi. Þetta viðburðir sem við höldum vikulega klukkan 12 í hverju viku á þriðjudögum út í Eiðistorgi. Mæli með að kíkja á það. Startup Digest, þetta fréttabréf sem við erum með hérna hjá Klakkinuvit og sendum út vikulega viðburðir sem gerast í umhverfinu. Startup Genome Iceland, hérna við að reyna að kortleggja öll þau fyrirtæki sem í umhverfinu. Já, það til svona nokkur vinnurými sem ég mæli með að þið eru með hugmyndir og fyrirtæki sem vilja vinna að, þá getið þið komið til okkar, það Sjávarklassin, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, það eru fleiri sem eru með svona. Startup Iceland, flott ráðstefna sem haldin á hverju ári í júní sem fjallar ýmislegt tengt sprotauumhverfinu. En ég veit ég fór hratt yfir þetta, þannig ég ætla aðeins að taka svona summary á hvernig maður byrjar. Ég mæli með að þið farið inn á þessi síðu þarna efst uppi til að skoða tól og tækjum, hvernig þið getið svona komið ykkur á stað. Business Model Canvasin, hann heldur svolítið vel utan það hvernig þið getið skráð niður þessa áætlun hvernig þið ætla að hefjast handa. Praktísk atriði, Nýsköpunarmiðstöð Íslands með rosalega mörg svona praktísk atriði varðandi það að hefja rekstur og hvað þið getið skoðað upplýsingar félagaform og hvað þið gerir fyrst og það sem þið þurfa að gera hjá skattinum og fleira og þeir getið líka aðstoða ykkur með það. Og svo Landsbankinn hérna með flottast yfirlit yfir styrki sem hægt að sjá á landinu. Og svo varðandi þetta svona helsta sem þið þurfum að skoða. Ég myndi mæla með því þið fá ykkur gott teymi, þið haldið fókus, ekki fara að selja einhverjar hjáafurðir til þess að rauninni vinna að aðalhugmyndin ykkar. Fáið endingu hugmyndina, verið óhrætt við að segja frá henni og virkið tengslanetið ykkar. Talið við fólk og nýtið ykkur það fólk sem þið þekkið. Já, þið getið alltaf komið til okkur og fengið kynningafundi, nýsköpunarhátíðir vikulega og svo Seed Forum í næstu viku sem ég mæli með að skoða ef við áhuga að sjá hvernig fyrirtæki fjárfesta og kynna á fjárfestingaþingum og svo gullleggið 20. jan, lokum fyrir umsóknir þá. Takk fyrir, svolítið hratt.